Hæ og velkomin í live hjá Jakkafati Yoga og annað live núna í sumar og ef þið eru eitthvað eins og ég þá eru þið örugglega búin að vera á einhverju flakki að reyna að elta sólina og ég veit ekki með ykkur en ég upplifi alltaf svona þegar ég sef ekki heima hjá mér og ekki í mínu rúmi þá sef ég ekki vel. Koddinn sem maður notar er kannski eitthvað aðeins svo stór og rúmið og hartið og mjúkt eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég fæ aldrei vöðvabólgu eiginlega nema eftir eitthvað svona vesen þegar ég sef ekki mínu rúmi. Þannig að ef þú ert með vöðvabólgu eins og ég ákvörð núna í öxlunum þá mæli ég með því að við gerum þessar æfingar saman. Og ef þú fílar þessar stuttu æfingar sem við erum að gera í live-vídeónum þá gæti 30 daga áskorunin verið eitthvað fyrir þig. Þannig að eftir kíktu á linkinn sem er með þessari færslu og tjekka á því og nú skulum við bara byrja og það er hægt að gera þessa æfingar sitjandi en ég mæli alveg með því að við stöndum upp, við þurfum alveg líka að gera það. Þannig ég er staðin upp og skulum hafa mjaðmabil á milli fóta og þegar við erum stíf í öxlum og hálsi þá er tilhneigingin að teygja strax á. En það sem við þurfum að gera, við þurfum að byrja að búa til hita. Þannig að við skulum núna nokkrum sinnum klemma axlirnar svona upp að eyrum, klemma dálítið fast upp og slaka alveg niður á milli og við reynum að fara eins hátt upp og við getum. Alltaf gaman að fá like á færslurnar í live. Förum eins hátt upp og við getum og það er ekkert skrítið að þetta verði, eða ekkert óeðlilegt að þetta verði pínlítið óþægilegt, en svo stökkum við hreyfingarnar. Þrýstum öxlunum fram og upp og svo aftur og bak og niður. Og ég mæli með að hafa jafnan þunga í fótum og hafa hnén aðeins mjúk, það er að segja bara ekki læst. Fram með axlir, gott að anda inn þegar við þrýstum fram og aftur þegar við þrýstum, innöndun fram, útöndun aftur. Svo gerum við líka hina áttina. Innöndun aftur, fráöndun fram. Og það sem að flestir upplifa sem eru með vöðvabólgu að þetta verður rosalega óþægilegt, jafnvel bara vont. Og ef þú finnur fyrir einhverju slíku núna, þá veistu bara að þú ert á réttri leið. Og nú skulum við taka smá pásu aðeins að hrista, gott að yppa öxlum svona aðeins á milli. Og svo höldum við bara áfram. Tegjum handleggina út til hliðanna í axlarhæð, bara svona. Öndum að, við snúum upp og við horfum upp. Eins vel og við getum reynum að snúa vel upp á handleggina og fráöndun, snúum niður og við horfum niður. Innöndun, horfa upp og snúa upp. Fráöndun, snúa niður, horfa niður. Gerum tvisvar í viðbót. Og svo slökum við, hendur koma niður og nú eru örugglega flestir farnir að finna þarna aðeins fyrir þessu. Fyrir þá í hálsteygir, lögum öðru eyranu að síga í átt á öxl án þess að lyfta hinni öxlinni, þannig að axlirnar eru alveg slakar og við höldum andardrættinu mjúkum og eðlilegum. Svo mjög gott að velta hökunni fram í áttabringu og svo upp á öxlina hinum megin. Halda áfram að anda eðlilega, rúllum svo tilbaka sömu leið. Og gerum nokkrum sinnum. Það er svo gott að hafa hárið svona út um allt. Og við getum leyft okkur að fara svona aðeins dýpra og dýpra inn í hringinn í hvert sinn. Og jafnvel, ef okkur líður vel, stoppa aðeins inn í teyginni og bara svona rétt að leggja höndina ofan á. Alltaf að halda önduninni mjúkri og bara leyfa sér að halda teyginni þar sem að við finnum fyrir mestri spennu. Getur verið á ólíkum stað, á milli fólks og líka bara á milli daga hjá okkur. Því að spennan getur alveg færst til og líka á milli hliða. Þannig að mjög mikilvægt alltaf að byrja að hita upp áður en við fyrir að teygja á hálsinum. Ok, annar mikilvægur þáttur í vöðvabólgunni er ekki endilega bara það sem við erum að gera hverju sinni, heldur röng stað á öxlum. Og nú ætlum við aðeins að reyna að lagfæra það. Þetta er uppáhaldsteygja mín. Komum okkur fyrir upp við vegg, olnboginn í aðeins hærri stöðu en öxlin sjálf
og svo stígum við fram og reynum að skilja handlegginn eftir fyrir aftan, snýr mér aðeins frá veggnum, þannig ég leita að teygja hérna á brjóstvöðvann. Og nú ég að teygja hérna á litla brjóstvöðvanum sem á það til að toga öxlina upp og svo fram. Gerur okkur pínlítið hokin með tímanum, ekki fallegt, ekki gott fyrir stöðun okkar, ekki gott fyrir hrygginn, alls ekki gott fyrir axlirnar. Og það sem meira að þegar við verðum hokin þá erum við líka að búa til svona grunnt pláss fyrir lungun. Þannig að þegar við erum að opna og teygja hér, þá erum við raun og veru að bæta öndunina líka. Og svo erum við búin að sýna fram á það, ágætt að halda teyginu í svona cirka 30 sekúndur. Svo búin að sýna fram á það að þegar við berum okkur betur, þá gengur okkur í raun og veru betur í lífinu. Við erum líklegri til þess að fólki líka betur við okkur, við erum sjálfsöruggari, við erum líklegri til þess að fá launahækkunina sem við vildum þegar við förum inn í launaviðtali og svoleiðis. Þannig að þessi æfing allra meina bót. Ágætt að halda inn í svona cirka 30 sekúndur til þess að ná að lengja vöðvann. Og ef þú ert að fíla svona litlar, einfaldar og praktískar æfingar sem hægt að gera hvar og hvenær sem tékkaðu þá á linknum sem ég set inn með þessari færslu hérna rétt á eftir. Vegna þess að ég held að þú gætir fíla þessa 30 daga áskorun. Og ef það eru einhverjar spurningar, endilega smellið þeim í komment hérna undir. Þangað til næst!